betra að yfirveðleggja eignina. Það ekki óalgengt þegar seljendur að setja eignir á netið að þeir vilja prófa hæsta mögulega verðið og sjá hvað gerist. Það almennt ekki gott vegna þess að við fáum bara eitt tækifæri að koma inn fersk á vefinn og kaupendur með rosalega góða verðvitund í dag. Þeir vita hvað eignin seldist á síðast, þeir geta framrekna hvað hún ætti að kosta í dag og það hægt að sjá hafa verið einhver endurbætur og svo framvegis. Þannig að það eru góða líkur á því að ef þú kemur inn á allt og háu verði að eignin sitji bara lengur á netinu og seljist ekki og þeir upp í staðið, jafnvel búið að lækka hana einu sinni tvisvar og þá selst hún á lægra verði en við hefðum getað selt hana á upphaflega. En það líka rosalega mikilvægt að vita að stundum færðu tilboð sem næstu því nógu gott. Og maður segir stundum að versta sem gerist að tilboð sem eiginlega nógu gott en samt ekki alveg. Þú gætir að fá tilboð sem kannski 500.000 undir ásettu, kemur á fyrsta degi eftir fyrstu sýningu og þá svolítið freistandi að hafna tilboðinu og býðast í næsta tilboði því það hlýtur að koma fljótlega. En oft fyrsta tilboði besta tilboðið og maður getur þurft að býða 2-3 mánuði eftir sambærilegu tilboði. En auðvitað margir segja, akkur segir ekki sögurnar af því að eignin sem að fékk, sem sagt, þú beiðst eftir rétta tilboðinu og þú beiðst í 3 mánuði og svo seldur á miklu hærra verði. Það gengur í hækkandi markaðinn en þá ertu líka að kaupa hærra verði, þannig að það upp í staðið, þá alltaf leikur í tölum og ég mæli alltaf með því að koma inn á réttu verði því það skilar til lengri tíma betri niðurstöðu.